Þeir sem eru komið fyrsta skipti þau bara láta baukir á fram hjá bara og leiða okkur að gera þetta ykkar. En þeir hinn sem vilja taka þátt með gefa okkur. Amen. Heilaði Faðir, bara takk fyrir allar góða gjafir sem að gefa okkur og fjármagn. Ég þakka þér fyrir að blessunum fyrir að fá að fjárfesta í þínu ríki, Drottinn. Að fjárfesta í ríki sem að varir einu og engin kreppa kemur í, Drottinn. Og bara blessum alla þá sem við hér í dag. Það sem við gefa okkur í ríki. Amen. Amen. Það var að byggja aftur hjá orðin. Amen. Himneski Faðir, bara þökkum við fyrir að koma saman hér í kvöld í þínu nafni, í þitt hús, Drottinn. Þakka þér fyrir orð þitt, Drottinn, sem að þú vil gefa okkur hér í kvöld. Og ég bið þig heilaganum að koma og tala í gegnum mig, Faðir. Ég bið þér, Drottinn, að sem ég segir í kvöld, ekki að sjálfum mig, heldur orð þitt af himnum. Þakka þér fyrir opinberun sem þú gefur mig, Drottinn, til þess að deila hér í kvöld. Og ég bið fyrir þeim sem eru hér, Drottinn, í kvöld að fá að meðtaka, að fá að virka í lífið þeirra. Þakka heilaganum að þú gefur til þess að fylla okkar að kraft í þínum og náðinni. Og bara bið Drottinn að það megi bara frábært þörst í völdum. Í Jesú nafni. Amen. Og það er rosa nærvera núna. Amen. Og orðið sem að Guð gefur í kvöld svona yfirskriftina kraftur. Og við sjáum oft í ritningunum orðið kraftur það kemur fyrir. Heilagur Andi kemur inn og þú munir öðlast kraftur Guðs. En hvað raunin að hafa kraft Guðs yfir sér oft eitthvað sem kannski eigum oft erfitt að skilja. En orðið kraftur þýðir möguleiki eða geta til þess að geta framkvæmt. Ef ég myndi smetla 100 kíló lóði hérna á gólfið og beygja svo 2 ára börnum að lyfta því, en það var mjög ólíklegt að barnið hefði getu eða möguleika til þess að geta framkvæmt það sem það biðjað En hins vegar bæði einhvern sterkan kallinn að koma og lyfta þessu upp, þá hefði hann bæði getu og möguleika til þess að framkvæma þetta. Og til þess að útskýra orðið ennþá betur, þá getum við tekið dæmi að kaupum við nýjan bíl og yfirleitt eru flesti bílar svona kringum 100 hestöfl í dag, allan svona sæmilega bílar. Ef ég fer svo upp í rúndi við sveit á bæ sem var hjá í gamla dag og ég sé þar að ég vil hjálpa til og þarna á túninu heivagn og heivagnin svona cirka 3–4 tonn og á honum eru 20 heyrúllur og kannski svona hver heyrúllur 7–800 kíló, þannig að þetta það í kringum 20 tonn sem að þarf að færa á milli staða. Ég bakka bílum og ég sé það að vagnin á vagninu fyrir neðan krókinn og bílum á mér, þannig ég hvorki getur til þess að lyfta þessu 20 tónum nýja færum úr stað. Það leyndi á þessi bíl enga möguleikum til þess að geta þetta verk. En ef ég aftur móti fer upp í stóra Massi Ferguson traktor og ég bakka að þá get ég lyft bæði upp vagninu og keyrt af stað af því að hann hefur möguleikum og getuna til þess að framkvæma þetta verk sem þarf að gera, að flytja þessi 20 tonn á milli staða. Og það talar það í póstamísögunni í 1. kapla 8. þessi. Ef við höfum öðlast kraft, heilagur Andi kemur yfir okkur, en við verðum vortur eins í Jerúsalem og úti og samar yfir allt til endimarka jarðarinnar. Það þýðir það að þegar heilagur Andi komin yfir okkar líf, það aukast möguleikann og aukast getan í að geta gert eitthvað sem gátum ekki gert áður. Og þá eins og við breytumst í þennan stóra traktor sem gat fært vagnin á milli staða. Og þetta líka bara eins og með undrun og tákninu allt sem gerist að þegar heilagur Andi komin þá möguleiki og geta til þess að geta framkvæmt. Og í Filippibréfinu 4. kapla versi 13 stendur allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gjörir og í New Living Translation farið að mér finnst mun betur með þýðingum á þessu versi og þar stendur allt get ég gert fyrir hjálp Krist sem gefur alla það styrk eða kraft sem við þarf. Það er að segja að þegar Guð gefur þig kraft til þess að gera eitthvað þá gefur hann ekki bara hálfan kraftum þessu rembast á móti. Ef hann gefur okkur kraftum hverjum degi til að fá að lifa fyrir hann og vera edrú og frjáls, þá hann ekki bara að gefa okkur hálfan kraftin, hann gefur okkur allan kraftin og þess vegna þegar við að byrja daginn og að gefa hann í Guðs hendur, þá verður hann léttari af því að kraftur Guðs til staðar.
og það verður bara allt svo miklu léttara. Og ég man að þegar ég var að kynna svona heilu vanda svona fyrst, svona persónlega, að þá las ég bók sem svona skyldu lesning sem heitir Góðan dag heilagur andi eftir Benny Hinn. Og mér fannst þetta vera svo merkilegt að ég gat bara að lesa smá, einn kafla á hverjum degi og tileinka mér svo það sem var í þessari bók. Og þegar ég fór að kynnast heilum vanda persónulega, þá var allt í einu hægt að vera erfitt að byrja. Og í dag þá þarf ég ekki lengur að vera með einhverja fyrir ákveðnar rufsur sem ég er búinn að skáta einstaklega til að byrja út. Heldur segir heilagur andi mér hverju sinni hvað ég á að byrja. Og það er mikið léttir að þurfi ekki að vera að ákveða svona hálftíma ræðu hvað ég segja við Guð. Og það er líka það sem gerðist að ég fór að sjá að það opnuðust möguleikar. Að það sem að Guð var að gera í gegnum Benny Hinn, það getur hann líka gert í gegnum mig. Af því að reikningi segir að Guð í dag hinn sami og gæður aldir. Það er að segja að Guð óbreytanlegur, hann hefur ekkert breytt frá því hann skapaði jörðina þar til í dag. Hann algjörlega hinn sami í ykkur með Benny Hinn og þar að leita af því sömu möguleika til þess að gera undur og tákna hann. Alveg jafn mikið möguleika. Og Guð opinberaði líka ákveðið fyrir mér að í þjónustu að þá það er frábært að þjóna Guði, en stundum getur maður ógerst svona eins og ég gerði stundum að ég var alltaf að rembast í eigin mætti til þess að þóknast Guði og þjóna eins og ég hélt að aðrir vildi ég gerði það að fara eftir leiðum manna og oft og tíðum var þetta bara erfitt, þetta var leiðilegt og þurft og ég fekk enga gleði út í því að gera þetta því ég var bara alltaf þreyttur. En þá opinberaði Guð fyrir mér ákveðið vers sem Filippubréfið 4:13 en það er Guð sem verkar ykkur bæði að vilja og framkoma sér til velþóknunar. Þá uppljóstraði Guð fyrir mér að það var hann sem myndi vinna verki í gegnum mig, ég ætti ekki að vera rembast. Og ég man líka að þetta opinberast fyrir mér 2005 þegar ég er á Selfossi, þetta er í byrjun ársins og þá stend ég fram með fyrir því að Guð er búinn að segja mér að fara af stað með unglingastarf og hann er búinn að gefa mér sýnir og drauma og sýna mér hvað átti að verða. Og ég stóð algjörlega vanmáttugur gagnvart þessu sem átti að fara að gerast og fólk þar sagði, veistu, það eru engir unglingar í kirkjunni og þetta er ekki neitt og gerist ekki neitt. En Guð talaði þetta og ég gekk fram bara í því sem að Guð hafði sagt og treysti því að leið og ég færi af stað og myndi leyfa honum að verka í mér að það myndi eitthvað gerast. Og skeði bara strax á fyrstu samkomu og unglingar þeir frelsi eftir samkomu eftir samkomu eftir samkomu og áður en ég vissi að við erum að fylla kirkjuna. Það hafði ekkert með mig að gera, það var bara sem Guð var að gera sjálfur í gegnum mitt líf. Og það var svo merkilegt við þessu unglinga, þetta voru ekkert svona eðlilegir unglingar eins og þetta voru svona krakkar sem voru svo ég þegar ég var yngri, svona brjálæðir